ég ætla að byrjaði að mála bara þegar ég var svona kringum, 12-13 aldurinn eða eitthvað þannig. Og ég man að pabbi átti voða mikið af bara málningavörum út í bílskur sem hann var ekki að nota. Og ég var bara mjög forvitin út í bara olíumálninguna sem miðil og bara spurði hann hvort ég mætti byrja að fikta í því og ég fekk bara allt það sem ég þurfti að nota þar og fekk bara, byrjaði bara svolítið að læra sjálfur. Fekk smá ráð frá honum og síðan átti ég líka bara góða myndlistakennara í grunnskóla. Hrönn Eggert og Bjarnaþór. Þau svolítið svona sköpuðu þennan áhuga hjá mér í myndlistinni. Og svo, bara liðu nokkur ár og ég byrjaði svona pæla í hvað ég vildi svona vinna við og eftir háskólanám og þannig fór ég bara aftur í listnám. Byrjaði í myndlistarskólanum í Reykjavík fyrst 2017, þannig fórnámið og beið þar til eftir COVID til þess að fara í listmálaranámið þar líka. Þannig að það var árið 2020. Þannig að það ferillinn minn byrjaði af alvöru þá. En ég vil líka vera að vinna í kvikmyndagerð og bara í myndlist bara almennt líka síðan þá. Ég hef dútlað mér margt mismunandi og en ég held að þetta sé það sem ég hef kannski mesta passionið fyrir myndi ég segja sko. En annars, já, ég byrjaði í listmálanáminu 2020 og var mjög mikið í málverkinu, það gaf mér góðan grunn í því og svo endaði á því að ég fékk fyrir 1 ár út í til Bretlands og þeir voru með svo góða vinnuaðstöðu í háskólanum þar, þetta var í University of Cumbria og þeir voru með svo góða gott verkstæði þar, með gott fólk þar. Ég fékk mér áhuga á skúlptúrum sko og ég byrjaði svolítið að vinna með skúlptúra og innsetningar og og það hefur svolítið leitt mig gegnum bachelorinn og masterinn og núna ég með svolítið tvö megin áherslur í listsköpun, það er málverkið og skúlptúrinn, eða innsetningin sko. Finnst svolítið gaman að geta flakkað á milli sko og leyft þessum tveimur að blæða inn í hvort annað sko. En já, ég myndi að segja ég var ekki með neitt eitthvað eitt aðal áherslefni þegar ég var yngri sko. Mér fannst svolítið gaman að vera svolítið myndskreytir og vera að vinna svolítið upp úr hugmyndum sem ég fekk. En ég man að eftir COVID þá urðu verkið mér mjög undir áhrifum bara lífs og dauða og líka bara ljós og skugga og ég vann svolítið mikið upp úr þeim meginefnum eða hvað sem það getur blæðir inn í úr bara það sem að gera í kringum hann daglega inn í verkin sko. Þannig að en ég myndi segja allan að ég var mjög mikið undir áhrifum barokk hollenskra málara þegar ég var í listmálaranáminu en núna er ég mjög hrifinn að bara myndlist sem að vinna svolítið með ljós og skugga sem miðil sko. Það er að vinna með eitthvað sem er mjög hverfult og hefur engin
ekkert endilega svona, ég ekki endilega búið til neinu efni þannig séð, sem svolítið svona, andstæðan við, málverkið, hún svo efnisleg, það eiginlega bara svona svolítið svona, lifandi líkami, sko. En mér finnst svolítið gaman að geta horfið ofan í eitthvað svona, svolítið tímabundið, svolítið svona, hverfandi líka. Ég fekk svolítið áhuga á því að vinna verk sem að hafa svolítið líf fyrir utan, listverksins, þar að þau hafa einhvern veginn svona viðveru utan þess sjálfs einhvern veginn, og ég fekk svolítið áhuga að vinna með skuggan sem miðil í gegnum skúlptúrinn, sko. Þannig að þegar ég var í meistaranámi í LHÍ þá byrjaði ég svolítið að vinna með skúlptúra sem að virkjast af sólinni til dæmis. Ég man að við vorum að gera eina sýningu í Grasgarði Reykjavíkur og ég var svolítið að strögglast með að finna hvernig ég ætti að tengjast inn í þann vettvang, þetta er svona lifandi safn, sko, Grasgarðurinn. Það er allskinn svona, bara, lífverur, plöntur og fuglalíf og þannig. Þannig að það er rosa mikið bara svona, af lífi í á þeim stað og það var svolítið erfitt að tengjast inn í kannski eitthvað sem að, er svolítið ókunnugt mér með svona plöntulíf og þannig, sko, en ég hugsaði, sko, að það var svolítið gaman að vinna með kannski sólarganginn, það er svolítið svona, virkjar þann stað, sko, að lífið í garðunum með plöntunar og þannig að ég hugsaði, að vinna með verk sem að, myndi virkjast þegar sólin kemur á stjá og vinna svolítið með skugga. Þannig ég bjóð til svona skúlptúr sem að var, úti í 2 vikur og virkaði í rauninni sem svona, áttaviti, sólarúr, þannig að það myndi alltaf, búið til svona beina línu með sólinni, en ákveðin tíma dags þá myndi ákveðin mynd svona taka svona form ákveðin tíma dags. Þannig að þetta svolítið svona leiddi mig til þess að byrja að vinna að skúlptúrum sem og svolítið lifandi, sko. Og á endanum bjóð til verk sem að basically svona skúlptúr sem að rekur sólargangi, þannig að ég fekk einn kunningur minn, hann Andri sem er með svona glerblásturstúdíó á Kjalarnesi til þess að búa til einn hluta af verkinu og sem er basically bara eins og svona stórt svona stækkunargler. Þannig að þetta var svona skúlptúr sem ég sett alltaf utan þegar, þannig að þau myndu brenna svona línu á pappír, þannig að þau myndu fá svona allt svona línu okkur degi, svona fylgdi sólarganginum. Þannig að fannst þessi verk vera svolítið skemmt, eiga svolítið skemmtilegt líf utan við sig, sko, og voru svolítið svona, hvað maður segja, voru svolítið svona, afleiðing af svona hverjum degi, af hverjum svona sólargangi, sko. En akkurat núna er ég komin aftur í málverkið og ég er að vinna svolítið svona gamalli hugmynd, frá því í málaranáminu og ég man að ég var alltaf að nota allskins svona blöndunefni og svona þinna og allskins sem maður nota oftast með olíumálningunni. Hún er svona frekar þung, en ég man alltaf að það voru alltaf svona viðvörunarmerki á öllum svona umbúðunum, eins og á terpentíni og öllum svona eða svona íblöndunarnefnum sem ég hafði með, og var svolítið svona fannst það svolítið áhugavert að vera að vinna með efni sem er kannski hægt og rólega að drepa mann, gernum bara innöndun og bara snertingu við húð og
Þetta hugsa að vinna svolítið, að hafa það sem efnistök í málverki að verkið svolítið að drepa þann sem að búa það til. Þannig að ég basically að búa til málverkasíu sem að tekur innblástur af þessum viðvörunarmerkjum sem að finnast á þessum umbúðum og vinna í kringum það, þannig að þetta verða röð málverka en líka hljóðverk og ljóð og ákveðin innsetning líka. Þannig að þessi málverk svolítið hluti af svolítið stórum skúlptúr. Það er allavega planið með þá sko. Ég fekk að vinna hjá honum Markusi hjá Stúdíó Suð í sumar og hann með búið flott stúdíó heima hjá sér í bakgarðinum og það var svolítið þetta sem líka fékk mig svolítið til þess að fara aftur í málverkið. Ég var fattaði svolítið hvað ég var búin að sakna þess að mála sko. Mér fannst alltaf svo einhvern veginn bera þunga miðan í mér sko, málverkið. En já, þannig að þessi vinna í sumar sko, að vinna með honum, það svolítið leiddi mig að halda áfram með þetta sko. Sjá hvað kæmi út eftir hvað 2 ára dvöl utan málverksins. Þannig já. Já. Já.